Nú komið bara Svartfellingum, fyrsti leikur í milliriðli, nýtt umhverfi og ný höll og nýr aðstæðingur. Já, sem bara gera þetta svolítið skemmtilegt, aðeins að breyta umhverfi og krydda þetta aðeins, því að þetta er sjálf ótrúlega skemmtilegt og gefandi og gaman að standa í þessu, þá eru dagarnir svolítið svona hver öðrum líkir, þannig að það er fínt að fá smá tilbreytingu. Svartfellingar, er þetta mjög frábrugðið Serbum sem að svona nágrunnu þeirra og þið hafið spilað við fyrr á þessu móti? Nei, þetta er ekkert mjög frábrugðið. Þetta er auðvitað það sem einkennir þessar þjóðir er þessi ástríða, þetta passjón sem að þær búa yfir og þær leggja sig 100% í allt sem þær eru að gera. Þær berjast, þetta er stríð og þetta er endalausir bardagar sem við þurfum að vera klárar í og þar eru það líka Serbunum. Þær eru líka með frábæran línumann, þungan og stóran sem er þeim mjög mikilvægur. Skytta vinstra megin, þung og mikil og svo er það reynda líka með frábæran miðjumann sem er svona kannski aðeins öðruvísi frá því sem Serbarnir voru með. Hún er ofboðslega kvik og svona góð í að koma sér á milli og í allar glufur og vinnur vel með línu, þannig að við þurfum að hafa góða kettur á mörgu á morgun og vera tilbúnar. Svartfellingar vinna Færeyinga með 3 en tapar svo með 5 fyrir Spánverjum, þannig að það getur verið stutt á milli hjá þeim. Já, þessi riðill spilaðist reyndar alveg frábærlega og var skemmtilegur og stutt á milli sýnir kannski svolítið styrk Færeyingana hvernig þær komist í gegnum hennar riðil, unnu Spánverjana og eru bara sívaxandi, þannig að já, riðillinn var frábær og Svartfellingarnir voru svolítið, sveifluðust aðeins en þær eru feikistarkar og það býður okkur verðugt verkefni. En þitt liðið hvergi bangið og að takast á við þetta? Nei, ég finn ekki annað en að sé bara tillökkun. Núna erum við búin að ná markmiðinu sem við ætluðum og það er svolítið svona reynir á okkur þá að gíra okkur upp og vera klárar í þetta sem ég hef svo sem einhver áhyggjur af. En þetta er ný áskorun og skemmtilegt verkefni og það er allir, ég finn alveg að það er svona léttleiki í hópnum yfir því að vera að fara, að hafa náð markmiðinu og vera að fara í þessi alvöru leiki og við þurfum að njóta það svolítið og fá eins mikið út úr þessu næstu dögum og hægtir.